Þetta Kom aftur. nóg. Nei, hún komin aftur, glæsilegt. Okay. Heyriði, komiði sæl og blessuð öllsumul og verið velkomin á þetta erindi okkar í Grænum skrjónum lífræna framleiðslu. Ég heiti Birgitta og ein af 4 starfsmönnum Grænna skrefa. Eins og við höfum örugglega sagt við ykkur á einhverjum öðrum vettvangi áður að þá kom sem sagt út innkaupastefna matvæla fyrir ríkisaðila í fyrra og þar berum við hjá Umhverfisstofnun ábyrgð á alveg þó nokkrum aðgerðum og þessi stefna leggur svona áherslu á einmitt umhverfismálin og lýðheilsu og við höfum svona gert okkar besta til þess að koma þessum áherslum í þessari innkaupastefnu matvæla inn í Grænu skrefin og erum svolítið að einblína það núna í þessari yfirhalningu sem við erum í núna þessa dagana. Og þess vegna fannst okkur kjörið að fá hana Berglindi Hessler sem verkefnastjóri Lífræns Íslands til þess að koma og segja okkur eins frá lífrænni framleiðslu, af hverju hún mikilvæg og hvað hún snýst og allt þetta. Og Berglind líka sjálf að stunda lífræna ræktun á Karlsstöðum í Berufirði, þannig að hún hefur líka svona hands-on reynsluna af þessu. Og Berglind ætlar að tala í svona cirka hálftíma og svo bara opnum við fyrir spurningar. Og það væri náttúrulega bara best ef allir væru á mute meðan hún að tala og þið megið alveg vera með kveikt á myndavélinni ef þið viljið, kannski skemmtilegra fyrir Berglindi að sjá okkur, en annars hafið þetta bara eins og þið viljið. Annars ætla ég ekkert að hafa þetta neitt mikið lengra. Berglind, þú mátt bara taka orðið, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Gaman að vera með ykkur. Ég sem sagt, eins og Birgitta segir, verkefnastjóri Lífræns Íslands og Lífrænt Ísland sem sagt svona átaksverkefni, samstarfsverkefni VOR, verndun og ræktun sem félag framleiðenda í lífrænni framleiðslu og svo Bændasamtaka Íslands og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins. Og markmiðið mig langar að segja einfaldlega, en þetta ekkert rosalega einfalt, af því þetta alveg risastórt verkefni en það að efla lífræna framleiðslu. Og þá veltir maður fyrir sér, hvað lífræn framleiðsla, af hverju hún mikilvæg og þá sér í lagi í samhengi við umhverfis- og lýðheilsumál. Hvað getum við lært af öðrum þjóðum og af hverju Ísland svona langt á eftir þeim löndum sem við berum okkur saman við? Hvað getum við gert sem neytendur og starfsmenn? Hvað getum við lagt til í þessum efnum? Þá langar mig að fara næstu glæri, Birgitta, og það gerist ekki það. Nú Teams alveg að fara með okkur. Allt í góðu. Þetta mér og svona, ekkert högt. Allt í góðu. Allt í góðu, þetta flott. Lætum bara vita, ok. Af hverju lífrænt? Það hér eru svona nokkur atriði, listin mun lengri. Það engin tilbúin áburður notaður í lífrænni framleiðslu. Í lífrænni ræktun notuð megin markmiðið að notast við lífræn áburðarefni úr nærumhverfinu og lífrænn landbúnaður hann grundvallast af hringrásarhugsun. Engir hormónar, strangar reglur gilda notkun sýklalyfja í lífrænum landbúnaði og hormónalyf eru bara hreinlega bönnuð. Ekkert eitur, náttúrulegar varnir í stað eiturefna gegn skordýrum og illgresi. Strangir framleiðsluferlar, það eru strangari kröfur gerðar til framleiðsluaðferðanna. Öll aukaefni sem notuð í vinnslunni verða að vera af lífrænum uppruna. Vottun háð eftirliti, lífræn framleiðsla vottuð af þriðja aðila sem auðvitað bara frábæra fréttir fyrir okkur neytendur sem viljum vita hvað við erum að láta ofan í okkur og viljum vera nokkuð örugg með það að við séum ekki að láta einhvern óþarfa ofan í okkur og oft erum við að borða eitthvað sem við vitum hreinlega bara ekki hvað eða hvaðan kemur. Með því að velja lífrænt þá bara einfaldur svo margt í þessum efnum. En Evrópulaufið alþjóðlegt vottunarmerki sem staðfestir að staðli lífræna framleiðslu samkvæmt reglum fylgt. Og lífrænn landbúnaður gríðarlega mikilvægur á tímum loftslagsbreytinga. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að kolefnisbinding meiri í lífrænt ræktuðum jarðvegi.
losun gróðurhúsalofttegunda er talin vera 40% minni í lífrænum landbúnaði. Lífrænn landbúnaður varðveitir líffræðilega fjölbreytni sem er líka gríðarlega mikilvægt nú þegar við sjáum bara skordýr vera bara suma tegundir hreinlega deyja út og aðrar í mikilli hættu eins og bara býflugur. Jarðvegurinn er ríkari af örverum og lífverum sem aðrar lífverur lifa á og svo er þetta líka svona út frá dýraverndarsjónarmiði og búfé skal hafa rými og aðstæður til að sýna sína náttúrulegu hegðun. Og hér sjáum við vottunarmerki. Annars er það vottunarmerki Tún sem hefur verið notað fram á þessu að vottar lífrænar landbúnaðarafurðir hérna á Íslandi og líka vinnsluvörur og líka snyrtivörur. Og merkið staðfestir að umræddur framleiðandi vinnur samkvæmt gildandi lögum lífræna framleiðslu og það má bara nota merkið ef framleiðslan er undir reglubundnu eftirliti, sem er þá alltaf árlegt og ítarlegt. Get ég vottað fyrir. Evrópulaufið er samnefnari fyrir vottaða lífræna framleiðslu í löndum Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. Og það má nota allar matvörur og fóður sem upprunnar eru úr landbúnaði. Og merkið er staðfesting þess að umræddur framleiðandi vinni samkvæmt gildandi lögum lífræna framleiðslu. Og nýlega tók gildi hér á landi reglugerð ESB sem gerir framleiðendum skylt að nota merkið á vottaða íslenska framleiðslu. Flestir nota bæði merkin orðið og svo í vor þá var þessu verkefni Lífrænt Ísland því var ýtt úr vör og þá byrjuðum við á að kynna skoðanakönnun sem að verða að segja að kom mér ánægjulega óvart niðurstöðurnar því að mér finnst, þetta er ekkert eitthvað mitt persónulega mat, það er bara staðreynd að lífræn framleiðsla hefur bara ekkert átt upp á borðum svo mikið hér og svolítið svona afgreitt sem eitthvað tískubylgja eða eitthvað svona enn einn kúrinn sem þetta er auðvitað ekki, þetta snýst ekki um það. Og það var spurt hversu ánægður eða hversu jákvæður eða neikvæður ertu gagnvart lífrænni framleiðslu á Íslandi. Og það kom ánægjulega á óvart að ríflega 80% eru jákvæð í garð lífrænnar framleiðslu. Það kom einnig fram að 77,2% sem alltaf oft stundum velja lífrænar íslenskar vörur fram yfir hefðbundnar íslenskar vörur sem er líka mjög áhugavert. Svo eftirspurnin er augljóslega til staðar og við sjáum þetta líka í búðum að lífrænt vottaðar vörur eru farnar að taka meira og meira pláss en það lýsir sig samt fyrst og fremst í auknum innflutningi vegna þess að vottuð íslensk framleiðsla er enn af skornum skammti í flestum vöruflokkum. Þannig að já, eftirspurnin er mætt með auknum innflutningi og það er eitthvað sem við viljum kannski ekki endilega sjá of mikið af ef við ætlum að færa okkur í átt til aukinnar sjálfbærni. Og svo sjáum við hérna hver er helsta ástæðan fyrir afstöðunni gagnvart lífrænni framleiðslu á Íslandi og flestir nefna gott fyrir umhverfið og næst flestir nefna að það sé hollt. Þannig að þarna sjáum við að umhverfi og lýðheilsa skiptir mestu máli í þessum efnum. Áhrif matvælaframleiðslu á umhverfið er gríðarleg. Talið er að 50% umhverfisáhrifa megi rekja til þess hvernig við framleiðum eða neytum matar. Áhrif matvælaframleiðslu á loftslag er mikil og hér á landi má rekja mesta losun gróðurhúsalofttegunda til notkunar á tilbúnum áburði. Og það er hægt að frá honum skolist umfram áburðarefni, einkum köfnunarefni út í sjó sem getur aukið á súrnun sjávar, auk þess sem framleiðsla slíks áburðar krefst gríðarlegrar orku og jarðefnaeldsneytis. Og rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á hvernig tilbúinn áburður dregur úr getu jarðvegs til að binda kolefni. Og því miður
eru rannsóknir hér á landi enn á skornum skammti í þessum efnum, þannig að við erum sífellt að vísa í erlendar rannsóknir sem er allt í lagi upp á vissu marki en auðvitað okkar jarðvegur og okkar loftslag svolítið annað heldur en í Evrópu og þeim löndum sem berum okkur saman við, þannig að þetta er gríðarlega mikilvægur faktor í þessu öllu saman að efla rannsóknir. Almennt er talið að lífrænn landbúnaður losi 40% minna af gróðurhúsalofttegundum eins og áður segir. Lífrænn landbúnaður losar líka en hann notar einungis áburðarefni sem brotna niður í náttúrunni. Lífrænn landbúnaður er ræktunarkerfi sem virkar hringrásina og hefur þörf á lífrænum úrgangsefnum til að rækta upp heilbrigt jarðvegsvistkerfi sem skilar sér í betri og næringarmeiri afurðum. Og það er nú líka heila málið. Liður í átaksverkefni Lífrænt Ísland var líka að vekja athygli á því sem vel er gert og því sem er hægt að gera. Því það er nefnilega mörg fyrirtæki hér á landi sem hafa sýnt góðan árangur í þessum efnum og búa yfir gríðarlega mikilli reynslu. Og sumir segja að þeir elstu, það þarf bara að passa upp á þeir eru orðnir svo gamlir að maður þarf eiginlega að ná öllum, mjólka þá allan fróðleikinn vegna þess að hann er ekki lítill, skal ég segja ykkur. En og á heimasíðunni lífræntisland.is höfum við tekið saman alla framleiðendur og þar er hægt að kynna sér líka, þar er ýmis fræðsla bæði í riti og svo erum við líka með hlaðvarp, þannig að það er til að hlusta á ýmis fróðleg viðtöl þar. Og það er sem sagt, það má merkja smá aukningu á vottuðum frumframleiðendum og samkvæmt þeim tölum sem ég er með hérna núna, þær eru ekki alveg nýjasta, en það eru hér 33 vottaðir aðilar og og svo veit ég til dæmis til þess að fiskeldi Austfjarða fékk á dögunum vottun, lífræna vottun sem er mjög áhugavert vegna þess að eins og þið vitið þá fiskeldi hefur verið umdeilt og sér nú ekki fyrir endan á. En þeir sem sagt fengu núna lífræna vottun og ástæðan sem þeir gáfu upp svo að vottunin færir fyrirtækinu ákveðið forskot á samkeppnismarkaði í útlöndum. Þannig að þeir eru svo sem kannski ekki endilega að hugsa þetta út frá umhverfissjónarmiði en þetta sýnir bara hvert heimurinn er að stefna. Að það er ekki nóg lengur að segja að varan sé bara íslensk og það sé bara svona einhver vottun í sjálfum sér af því að hér sé allt svo hreint og fínt. Það þarf orðið að sýna fram á það með vottun. Það er bara blákaldur veruleiki og það er það sem önnur lönd virðast vera að þróast í þá átt í sínum stefnum að það er allir leiðin hingað sko. En hlutfall vottaðs lífræns ræktarlands á Íslandi er mjög lágt eða innan við 2% sem er með því lægsta í Evrópu. Þær þjóðir sem við berum okkur saman við líta á lífræna framleiðslu sem aðferð sem mun koma til með að aukast, eins og ég segi. Og til dæmis stefnir Evrópusambandið að því að 25% landbúnaðarlands verði orðið vottað lífrænt árið 2030. Og ég þekki stefnu Dana best. Þeir eru líka fremstir á sínu sviði og hófu sína vegferð á fullum þunga fyrir 30 árum þegar grunnvatn mengaðist vegna tilbúins áburðar. Og í kjölfari var farið fullt við að beina dönsku landbúnaði í lífrænar áttir. Og markaðshlutdeild lífrænna vara er svo hæsta í heiminum, 12%, ekki -12%. Og stefnt er að því að
eða bara svona áætlanir gera ráð fyrir því að hún verði orðin 34% árið 2030. Og útflutningur í miklum vexti, hann eykst ár frá ári og Danmörk víða orðin þekkt matvælaþjóð sem státar af hágæðavöru. Og hlutfall vottaslands í Danmörku hefur vaxið 108% milli áranna 2005 til 2017 og breytan í þessu fyrst og fremst svo að stjórnvöld í Danmörku hafa sett sér langtímamarkmið fyrir lífræna framleiðslu og aukið stuðning við lífræna framleiðendur. Og til að örva markaðinn hafa stjórnvöld í Danmörku unnið markvissa fræðslu ágæti lífrænna framleiðslu til neytenda. Og þarna kemur inn lífrænt Danmörk sem við svona horfum til og svona, gaman að segja svona systursamtök sem kannski ekki alveg tímabært að segja því að þar eru 60 starfsmenn sem vinna í fjölmörgum deildum. Á meðan ég eini starfsmaðurinn og alls ekki í fullu starfi, heldur bara svona litlu hlutastarfi og gæti verið að gera svo miklu meira ef við hefðum peninga til. En við auðvitað stefnum þangað. En það svo sniðugt af því að þar lífræn Danmörk snýst það að tengja saman aðila og þar þannig að þeir taka samtali við búðina, við bændur, við skólana og þá til dæmis segir kannski í búðin ef Krónan myndi hringja í mig og segja heyrðu, hér það allir að biðja lífræn egg og ég fæ engin lífræn egg, hvað á að gera? Þá bara fer ég og tek upp símann og hringi bara í bændur sem ekki vottaðir lífrænir og segi bara, heyrðu, það bara gríðarlega eftirspurn eftir eggjum, lífrænum eggjum, hvað segið þið, þið til í þetta? Og þá bara farið af stað og þá fer bara lífræn Danmörk á staðinn og hjálpar bændum til við bæði með fræðslu, kennslu, hvað getum við gert, hvernig getum við græja þetta og svo framvegis. En þá líka, eins og ég segi, lífræn Danmörk kemur líka inn til með þessa fræðslu til að líka að örva markaðinn, til að auka eftirspurn til þess að fólk sé meðvitað ágæti lífrænna framleiðslu. Skoðanakönnunin sem við létum gera, hún var áhugaverð líka að það yngra fólk mun jákvæðara. Þannig að við sjáum að þetta svona eitthvað, við erum alltaf að fara í þessa átt. En við verðum kannski alltaf þessum 30 árum á eftir. Ég skal ekki segja nema við séum bara, tökum okkur vel til. Og svo einmitt stutt við rannsóknir af því að það svo mikilvægt að við hafa eitthvað í höndunum til þess að sýna það svart og hvítu að þetta nauðsynlegt, þetta það sem við þurfum að gera. Og það ekki nóg gott að við alltaf vísa í útlenskar rannsóknir. Við þurfum að sýna fram á þetta hér mjólk, lífræna mjólkin hollari. Það fleiri, ég ætla ekki að þykjast vera sérfræðingur í því, en það fleiri efni sem við þurfum í lífrænu mjólkinni sem ekki hinn og svo framvegis. Þannig að þetta eins og ég segi, þetta allt þetta fræðsla, samtal og svo framvegis og fá fleiri framleiðendur að borðinu. Það virðist vera núna lenskan að það þeir sem að koma nýir inn í matvælageirann, þeir eru kannski líklegri til að fara út í lífrænt frekar heldur en að hinn hefðbundni skiptum kúrs. Það svona virðist vera stefnan í dag en við sjáum hvað það lengi von á góðum. Og langtímamarkmið Dana eru einföld og skýr. 30% votta landbúnaðarland fyrir árið 2030. 30% markaðshlutdeild af lífrænum afurðum fyrir árið 2030. 60% lífrænar afurðir í opinberri innkaupastefnu fyrir árið 2030. Þetta ótrúlega göfugt og virðist alveg ætla að takast. Og til dæmis eins og það eru margir leikskólar í Danmörku sem eru komnir fram úr þessari stefnu. Þeir eru orðnir bara nánast alveg lífrænir. Og það einmitt bara þetta þykir besta fæðan sem þú getur mögulega að gefið börnunum
og þess vegna þetta svo gríðarlega mikilvægt í innkaupastefnu fyrir börnin okkar, fyrir gamla fólkið að fá næringarríka, hreina fæðu. Og það líka annað sem að Lífræn Danmörk hefur tekið að sér, það að kenna að það að elda úr lífrænum afurðum. Því að svo að þetta kemur líka inn á matarsóun, að ef að þú ert með hráefni sem að gott, það jafnvel næringarríkara heldur en það næsta, þá þarftu jafnvel minna af því og þú bara nýtir afurðina öðruvísi og betur og þú ferð bara betur einfaldlega með þetta. Þannig að það líka svona liður í þessu öllu saman með innkaupastefnuna. Leiðir til árangurs. Ísland stefnulaust þegar kemur að lífrænni framleiðslu. Það er ekkert plan. Það stendur í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar að það sé vilji til að efla lífræna framleiðslu, punktur. Það var fyrir 2017, það var aukið fjármagn í aðlögunarstyrki sem bara frábært og það var núna í þessu COVID, þá var í vor lagt til að aukið fjármagn inn í lífræna framleiðslu. En það vantar bara svona heildstæða stefnumótun og það svo ofboðslega mikilvægt líka fyrir framleiðendur að vita að því að þetta alveg stórmál, sérstaklega að skipta kúrs stórmál. Að þá þarf að vita að þetta eitthvað sem við erum að fara þessa leið, við ætlum að fara þangað, við ætlum að auka þetta og til þess að þú farir af stað. Og þú þarft að finna fyrir þessari eftirspurn sem að við erum með alls konar gögn sem sýna þessa eftirspurn en lítið tala það og bænda landbúnaðarstéttin kannski ekki alveg nógu hliðholl og við erum svona alltaf að reyna að vinna með það líka sko. Þannig að það svona ýmislegt. Svo vantar meiri hvata í styrkjakerfi. Það sko núna því að þetta mikilvægt fyrir umhverfið og þá finnst manni að hvatarnir, og tala ekki að því að losun það mikil í landbúnaðargeiranum, að það sé hvati, að sá sem fer sjálfbærustu leiðina, sá sem fer best með landið, hann fær mesta styrkinn, hæsta styrkinn. Þú veist, þetta eiginlega bara að vera svo skýrt að þeir sem fara græna leið, þeir fá umbun fyrir það. Við þurfum að setja þetta inn í innkaupastefnu því að til þess að ná líka bara til þess að stækka þennan markað, hratt og örugglega, þá þurfum við stóra kaupendur. Og þannig að veitingastaðir sem mættu vera duglegri og svo svo mötuneyti hins opinbera gæti komið svo ofboðslega sterkt inn og þarna væri þá bæði verið að huga umhverfi og líka lýðheilsu fólks. Og þarna þetta líka að auka eftirspurnina svo mikið að það hvetur þó aðra af stað til að fara í þessa átt. Og þannig að það til mikils að vinna og svo það líka spurning verðlag því að margir setja fyrir sig verðlagið og lífrænar vörur eru dýrari en svo til dæmis eins og í Danmörku þar sem þetta hefur verið unnið svo ofboðslega markvisst og þar hafa þeir náð verðinu niður og með flestar vörur það bara orðið sambærilegt í sumum tilvikum eins og með egg af því að egg, Danir eru bara verið hættir að líta við venjulegum eggjum að þá eru þau jafnvel orðin ódýrari. Þannig að það líka þetta að með því að styrkja þetta og sýna, og bara taka þetta upp á næsta plan, hærra plan, að þá þarf að koma þessi stuðningur úr mörgum áttum. Þannig að
stefnumótun og langtímamarkmið númer 1, 2 og 3 bara gríðarlega mikilvægt í þessum efnum. Og svo þetta kveður niður mýtuna að hér sé allt næstum lífrænt, því hér sé allt svo hreint og fínt. Auðvitað við stöndum okkur betur en margar þjóðir og ef við berum, og það alltaf nærtækast að taka kannski Bandaríki sem bara, mann blöskrar oft, þá erum við miklu betri í svo mörg og við notum minna af eiturefnum heldur en þeir svo munar. En enga síður, úr því við erum kortir í lífrænt, eigum við þá ekki bara taka þetta alla leið og bara sýna það með vottunum að við séum sjálfbær og við séum samkeppnishæf á útlensku mörkuðum. Það væri bara virkilega til mikils að vinna. En ég ákvað bara sem sagt að vera ekkert að bomba of miklu á okkur og ég ætla bara að segja þetta gott og því bara endilega spyrjið eða við getum tekið bara eitthvað samtal þetta. Hvernig líst ykkur á það? Það svo, ég sé engan sko. Við erum alveg næstu því 80 hérna með þér sko. Hæja. Kærar þakkir fyrir þetta Berglind, þetta var mjög góð yfirferð og ég vænti þess að séu örugglega einhverjar spurningar. Þið getið annarkvort sko rétt upp hönd með því að ýta þarna á hendina sem upp í svörtustykunni eða skrifa spurningar til Berglindar hérna í spjallinu. Má ég sjá, nú ekki upp hendina. Ármann, ert þú með spurningar? Já. Sæl Ármann ég hjá Ríkisegnum. Mér langaði bara ég var að velta fyrir mér þessar stefnur eru oft bara, það kannski stefnda 20% eða svo hjá Dönum alltaf 60%. Eitthvað sem að kemur í veg fyrir að þetta geti verið bara 100%? Eitthvað vörur, eitthvað matvörur sem bara hreinlega ekki hægt að framleiða með þessum aðferðum? Eins og hormónabæti eða eitthvað svoleiðis. Einmitt, góð spurning. Ég er ekki með svarið við henni, en ég get sko ímyndað mér að það sé samt bara sko næsta skref. Ég held þetta sé ekki út af því það sé ekki hægt, heldur bara það að þú veist að vera að taka þetta í áfengur. Og þannig að sko þá 2030 þá verða komin ný markmið. En því eins og ég segi, ég held að ég hef bara heyrt það, en að það séu leikskólar til dæmis þarna í Danmörku sem eru orðnir 100% lífrænir. En ég veit að Danir hafa gert þetta svona, þeir gera þetta líka með veitingastæði, þá sko gull, silfur, brons og þá getur þú fengið brons ef þú ert sko 60% lífræn og svo framvegis, að því að þetta tekur tíma og ég held að það sé bara svolítið það sem að vera að horfa til, þú veist, þannig að þetta sé svona snillingar, að það sé hægt að fagna áfangasigrum. Þú veist, ég held að það sé hugsunin. Takk. Okay. Þannig að það eru engar afsakanir að fara í 100? Nei, ég segi nei. Þá getur annað verið sýnt fram á annað, sko. Ok, Soffía Jóna, ert þú með spurningu? Kannski með á mute. Nei, það er allavega... Já, sæl. Ég er hjá Ríkisegnum líka. Ég er ekki með myndavél, þannig að ég sést ekki. Eða mynda mér hana. Það er eiginlega tvennt. Ég fagnaði að sjá að Nesbú-egg eru þarna vottuð sem lífræn framleiðsla. Því það hefur verið umræði á mínu vinnustæði samt við eggin, brúneggin og allt þetta. Þannig að gaman að sjá að þau eru með vottuna því ég hélt að þau væru það sko, hef alltaf bent á að það er nokkra tegundir af þessum vistvænu eggjum en þessi eru þau einu vottuðu þá væntanlega. Já. Svo er annað, sko, ég velti bara fyrir mér sko, hvað getum við gert, hvað eigum við að gera núna bara að ýta undir með þér eða okkur að þetta fari betur að stað eða hraðar að stað innan ríkisins til dæmis. Já, þetta er frábær spurning, takk fyrir það. Sko, já, Nesbú er eina að votta eggjabúið og en það er ekki hægt að fá neitt kjúkling og ekki hægt að fá neitt nautakjöt, votta ekkert svínakjöt
Það hægt að fá lambakjöt en það eitt bú. Þannig að já, við erum mjög langt í land. Það sem að við getum gert og einmitt ríkið, það er til dæmis þetta með innkaupastefnuna sem að ég veit að sum hver ykkar eru einhvern veginn viðloðin við, skilst mér, Birgitta. Og að pressa á það bara og líka bara við sem neytendur séum bara einhvern veginn háværari og að vera bara duglega að spyrja í búðinni og þú veist, skilurðu, þannig að við séum svona að reyna að vera svolítið svona sýnileg og svo auðvitað bara að kaupa íslenskt, þú veist, það er líka risamál að bara að sýna það í verki. Þetta er svona það sem ég dettur í hug, ég veit ekki beint alveg ríkiseign, hvað dettur þér í hug að ríkiseign gæti til dæmis gert, Soffía? Ég nú sem starfsmaður á skrifstofunu þá náttúrulega getum við aukið og eigum náttúrulega bara að hafa númer 1 alltaf að eins og þú segir, kaupa lífrænt fyrst. Já. Og íslenskt númer 2 þá. Já. Og svo þá væntanlega kannski lífrænt votta frá öðrum löndum að maður á ekki alltaf að hafa verðið í huga en við svo sem getum ekki haft áhrif á jú, kannski getum við það, við erum ekki komið þangað allavega. Allar það stofnanir sem við þjónustum húsin en ekki stofnanirna sjálfar. Þannig ég veit ekki hvort við ráðum okkur þar Nei, einmitt. Kannski fæ að segja aðeins frá því bara hvað við erum búin að vera að gera í þessari vinnu okkar hérna á Umhverfisstofnun í tengslum við þessa innkaupastefnu matvæla. Það er ekki nein markmið sett fram hlutdeild lífrænna matvæla í þeirri innkaupastefnu. En við erum að vinna það sem við kallum vistvæn skilyrði fyrir innkaup á matvælum. Þetta eru svona umhverfisskilyrði sem er þá hægt að setja í rammasamninga eða bara almennt í innkaup á matvælum. Og við erum svolítið að horfa til þeirra skilyrða, umhverfisskilyrða sem að Evrópusambandið setur og við erum líka að horfa á Svaninn, umhverfismerkið og skilyrðin sem þar eru sett. Og þetta er oft svona hlutföll, til dæmis, þetta er svona reyndar skipt upp í svona einhver grunnviðmið og ítarviðmið, en það er til dæmis hægt að setja þar inn, klausu að 50% af ákveðnum matvælum séu lífrænt ræktuð, í einhverjum vöruflokki. Og það er eitthvað sem við viljum náttúrulega klárlega gera og erum bara að skoða þessa dagana að setja þarna einhvers konar benchmark fyrir innkaup á matvælum, að sé ákveðið hlutfall lífrænt ræktað. Og svo erum við náttúrulega að reyna í grænu skrefunum líka að innbrá þessu þar, en það komið svona einhvern veginn báð megin, Við höfum hingað til verið með þessa kröfu að það séu 4 vöruflokkar á kaffistofum lífrænt ræktaðir. En okkar viti það er ekki nóg, það er náttúrulega tekur bara til, eins og kaffis og tes og ef að boðir upp á kannski ávexti eða jógurt og slíkt, En við viljum taka miklu frekar á mötuneytinu, að það sé þá keyptir meira af lífrænum matvælum. Við erum ekki alveg búin að útfæra það kannski endanlega, en við munum klárlega taka það enn frekar til greina. Það sé þá ákveðið hlutfall eða það sé alltaf á hverjum degi í aðalrétti lífrænar matvörur og það sé alltaf tilgreint á matseðli eða eitthvað slíkt. Þannig að allar ábendingar líka bara vel þegnar hvernig við getum komið þessu enn frekar á framfæri í grænu skrefunum. Þetta hljómar rosa vel, að gera þetta og einmitt eins og Soffía segir, þetta er til dæmis reglan sem að ég hef sett mér. Það er fyrst íslenskt lífrænt, síðan íslenskt og síðan innflutt lífrænt. Og þetta er til þess líka að styðja, þetta er líka þetta með vistsporið, að við séum ekki að taka vistir of langt frá. Og mér finnst það mjög mikilvægt að þetta sé einmitt, að það sé sett svona markmið, svo gott að hafa þetta bara svona, þetta er svo einfalt, þetta er svo skýrt. En ég er alltaf til ef þú vilt fá eitthvað endurgjöf frá mér, þá er það mitt hlutverk bara líka að ef ég get gert eitthvað. Já, ég held að við þykjum það bara alveg klárlega, Já, það er bara ljúft og skylt. Herri, það er komin spurning í tjattið. Takk fyrir erindið. Veistu hver er munurinn á regenerative agriculture og organic agriculture? Nei, hvað er regenerated, ég veit ekki sem hvað það er, Nei, ég veit ekki heldur. Sigurpáll, veistu, er til ykkur íslensk orð yfir þetta? Ertu hérna? Hann er kannski farinn.
Já, heyrðu ég hérna. Já. Mér sýnist að vera mjög líkur. Þetta bara að nota dýr til þess að staðin fyrir áburð og fleira sko. Þetta í raun og veru bara að hoppa svolítið aftur í tímann. En hvaðan kemur þetta hugtak, veistu það? Ég sá bara greinum að þetta væri það sem að myndi geta hjálpa okkur mjög mikið við að komast út úr þessar hólu sem við erum búin að grafa okkur í. Já. Einmitt, og það koma oft einmitt svona umræður alls konar að eitthvað einmitt kannski munið sumkur eftir þegar það kom sko vistvæn vottun og það komið svona nokkrar týpur. Fyrir okkur sem hafa svona verið að garfa í þessu finnst okkur svona oft vera bara dálítið ruglandi, fara kannski eitthvað svona hálfa leið og þá það orðið vistvænt en þá hvernig það vottað, það vekur, það ruglar ótrúlega mikið í þessu vottunar umhverfi, og þá allt í einu komið miklu fleiri vottanir og neytandinn verður alveg ruglar í rýminu, þannig að ef þetta eitthvað svipað, ef það ekki bara vera organic, þá þekkja það orðið langt flestir. Það það sem að þjóðirnar sem að við berum okkur saman við, það sem þær eru að fara. Getum við ekki bara verið í ákveður svona samræmdri línu í staðins að vera að bæta í vottunarkerfin. Það svona það fyrsta sem kemur upp í huga minn á þess að ég sé búin að kynna mér nákvæmlega þetta. En þetta það var hérna tíma hér á Íslandi, þá kom þessi eitthvað vistvænt eitthvað. Og þetta var algjörlega til að grafa undan þeirri baráttu sem var farin af stað hérna með lífræna vottun. Þá var það, þetta bara nóg og þetta bara fínt og þetta, og svo einhvern veginn bara svona fjara þetta allt út, því allir bara einhvern veginn gáðust upp á einhverju svona móði. Það svo fínt að hafa hlutina bara skýra, maður gerir þetta svona. Það bara mitt innlegg. Akkurat. Herðu, Björn, þú ert með upprétta hönd. Já, ég on? Já. Komið sæl, Björn Gunnarsson heiti ég á Umhverfisstofnun, ég í teymi efnamála og tek náttúrulega undir það að við eigum að fylgja eftir stefnu að draga úr notkun efna í landbúnaði, þannig að þess vegna hafði ég áhuga því að heyra þetta. Ég nú svona búin að tengja þessu geri nokkur ár, ég var kennar á Garðyrkjuskólanum í 10 ár og hef svona þekkið aðeins inn á hérna og ég með nokkra punkta sem ég vil bara koma inn hérna í umræðuna. Það í fyrsta lagi að vistvænt, það var náttúrulega ekki vottun, þetta var bara grænþvottur, það var ekkert hægt að votta það var ekkert farið og skoða hvað menn voru að gera, þannig að það er mjög mikilvægt að halda sig við það sko, við þurfum að vera með þetta vottað og það má ekkert slaka á með það sko. Ég vil líka segja sko, ég var með tillögu fyrir nokkrum árum að það keypti bara lífrænir ávextir í eldhúsið á Umhverfisstofnun af því að mér finnst þetta óvaxna hefðbundna grænmeti á ávexti svo vont en það þótti of dýrt, þannig að það var ekki gefið kostur á því en annars myndi ég segja það sko að það náttúrulega það þarf að fylgjast í hendur eftirspurn og framboð, þannig að ef eftirspurnin gríðarlega þá gerist það gjarnan að framboðið verður ekki nægilegt, þannig að og þetta náttúrulega það þarf að vinna þetta á löngum tíma en aukin innflutningur á lífrænt vottuðu náttúrulega mjög mikilvægt til að kynna fólk fyrir dásendum hins lífræna. Ég langar mér bara rétt í lokin bara að benda það að fyrir mér allavega og ég held að það sé fyrir flestum þá var þetta umhverfis ávinningur sem aðalatriði hérna. Það ekki hægt að leggja eins mikla áherslu að þetta sé hollara matur heldur en annar matur. Það að segja að næringargildi sé eitthvað hærra. Það mjög erfitt að sýna fram á það í neyslukönnunum að það sé þannig. Hins vegar sko gæðin, það annað sko, hvernig þú upplifir matinn sem þú borðar, mér finnst þau skipta miklu máli þarna. Þannig að bara takk fyrir innleggið þitt. Takk sömuleiðis bara. Einmitt, það þetta með sko framboð og eftirspurn og einmitt þetta að
neytendur virðast vera tilbúnir en framleiðendur ekki. Þannig að það líka stórt verkefni að að því við erum íslenskir bændur og framleiðendur þeim náttúrulega meina illa við allan innflutning sem þó bara eykst í þessum lífræna geira. Auðvitað vildi maður sjá fleiri bara stökkva en ég held að þar séu þessi stefnumótun svo gríðarlega mikilvæg að hún komi frá stjórnvöldum að við ætlum að fara þessa átt. Af því að annars þú veist ekki, af því að ennþá erum við föst í þeirri mýtu að þetta sé eitthvað tískubylgja. Þannig að við þurfum að fá að heyra það, að við séum að fara í þessa átt. Og þá held ég að við fáum fleiri framleiðendur að borðinu. Þetta hlýtur að vera framtíðin, það engin spurning, segi ég. Það bara að vinna í því. Absolutt. Ok, ég verð bara að segja Björn, af því að þú komst inn á hvernig þetta á Umhverfisstofnun. Ég var sem sagt enda við að klára lífrænan banana sem var í boði. Ég veit að hún Ír sem kaupir inn fyrir okkur ávextina, reynir að leggja áherslu á að kaupa inn lífræna ávexti. Þannig að svo það sé sagt. Ég er bara búin að vera að vinna lengi heima. Ég veit það, hún er að fara að koma niður eftir og fá þér smá lífrænan bita. Herðu, næstur það Brynjar sýnist mér. Brynjar Skúlason. Já, komið sæl. Takk fyrir fyrirlesturinn Berglind. Mér finnst þið samt tala svolítið eins og þetta sé ekkert mál að skipta bara yfir í lífræna framleiðslu og nú er ég til dæmis sauðfjárbóndi með meiru. Og ég hef stundum skoðað þennan kosti, hindranirnar eru of stórar og ég held að ef við höfum einhvern áhuga á því að innleiða þetta inn í íslenskan landbúnað, þá verðum við að taka þetta í fleiri skrefum. Og mér finnst þið líka tala dálítið mikið niður þessa vistvænu hugmynd. Ég held að það væri hægt að, ef við ætlum að þróa þetta áfram skref fyrir skref, þá verðum við að taka upp einhvers konar vottun sem millistig sem að geti verið þá leiðin inn í lífræna ræktun. Því það svo mikill munur frá núverandi búskaparformi og lífrænni ræktun fyrir alla eða flesta. Þannig að ég vil nú hvetja ykkur til þess að hugleiða það aðeins aftur og ekki tala þá leið niður og ég held að hljóta að vera hægt að gera hana nógu skýra þannig að neytendur skilji munin á lífrænu og vistvænu. Það mætti til dæmis hafa þá inn í því takmarkanir á lyfjagjöf, takmarkanir á notkun tilbúningsáburðar, bara svo eitthvað sé nefnt og það séu sett mörk þar sem eru mælanlega og skýr. Já, takk fyrir þetta. Ég algjörlega sammála og ég vil alls ekki komið því að þetta væri lítið mál. Ég veit þetta er mikið mál og ég veit þetta er mikið mál fyrir sauðfjárbændur. Þannig að mitt ákall þarna algjörlega til stjórnvalda og þeirra sem eru með stefnumótunina og haldum peningana að við fáum stuðning og bændur fái stuðning til að fara í þessa átt. Ég ekki sammála að við eigum að fara í einhverja aðra vottun, heldur finnst mér bara að við eigum bara að fara í þessa átt líkt og aðrar þjóðir en við þurfum miklu meiri stuðning við að breyta kerfinu í þá átt. Og með stuðningi, með fræðslu og þjálfun og öllu þetta tekur tíma, ég veit það, að þá held ég að við getum absolutt farið þessa leið. Og í Danir gerir þetta með veitingastæðina, gull, silfur, brons. Mér finnst það líka vera eitthvað sem kemur til greina. Þú veist, ef þú ert á leiðinni einhvers, þú ert í aðlögun eða svo framvegis að þá ertu merktur með brons, silfur eitthvað svoleiðis. En mér finnst bara absolutt við eigum að vera að fara í sömu átt en ekki vera búið til fleiri kerfi. Ok, má ég kannski bara spyrja Brynjar, hvaða hindranir þetta aðalega? Þú veist, hvað stendur í vegi fyrir að sauðfjárbændur fái lífræna vottun? Það sem ég sé þessu það að þurfa að skipta alfarið yfir í lífrænan áburð vegna þess að hann ekki tiltækur. Það kostar þá meira land og dálítið mikið meira rask til dæmis tengslu við jarðvinnslu og belgjurtaræktun en hún í sjálfu sér framkvæmanleg. Atriði númer 2 það að það mjög skrítin krafa að féð eigi að vera á taði en ekki í grindum. Og það hefur ekkert með lífræna ræktun að gera eða neitt lífrænt, það bara krafa og ég held að ég fari rétt með það að hún sé ófrávíkjanleg. Sem að þýðir þá að ég þarf að rífa nútímafjár
breyta þeim í svona gamaldags. Þetta svona sem dæmi og svo það lyfjanotkun á sauðburði sem að slefa til dæmis algeng þar sem ég bý og hana í rauninni ekki hægt að meðhöndla öðru sem húkalyfjum og þar með í rauninni væntanlega stenst á búið ekki þessar kröfur hámarksnotkun á húkalyfjum gerir ráð fyrir. Þannig að þú horfir ekkert upp á lömbin drepast, þú gefur þeim húkalyf og tryggir að þau komist í gegnum þetta. Þannig það eru ég held að þetta, hversu strangt þetta það sé stóra hindrunin í þessu. Það engin millivegur, skilji. Og það einmitt, þetta með grindurnar er stórt mál hjá sauðfjárbændum og það er alveg rétt og það er margir sem að láta það stoppa sig og það er alveg skiljanlegt. En á móti kemur líka að með réttri markaðssetningu þá held ég að útflutningur sauðfjárkjöts yrði miklu meiri ef að það væri vottað. Þannig að það eru alveg kostir og gallar í þessu. Ég held að það væri miklu vænlegri útflutningsvara með lífrænum vottun. Ok, mjög áhugavert. Herðu, það komin hérna spurning frá Birtu Kristínu. Tengist verkefni Lífrænt Ísland öðrum verkefnum eða aðgerðum úr aðgerðaáætlun í loftslagsmálum, eins og til dæmis verkefninu loftslagsvænn landbúnaður, eða aðrar landbúnaðartengdar aðgerðir í aðgerðaáætlun, eins og aukin innlend grænmetisframleiðsla eða bætt fóðrun búfjár? Nei, ekki Lífrænt Ísland. Lífrænt Ísland svona bara, já, það í rauninni bara það sem sagt framkvæmt af VOR sem félag lífrænna framleiðenda með styrkjum frá landbúnaðar-nýsköpunarráðuneytinu. Hvað heitir þetta aftur? Atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu. Og en já, nei, við höfum ekki verið í neinum, ég veit að Eygló sem formaður VOR, hún stundar mikinn lobbyisma og talar við marga á dag alls konar mál sem þá ekki mitt hlutverk, en við höfum ekkert tengt inn í neitt ákveðið verkefni sem ekki Lífrænt Ísland allavega. En opinn fyrir öllu ef einhver þarna vill eiga samtal, þá það bara algjörlega eins og ég segi, bara mitt hlutverk að bara tala sem mest lífrænt og fá fólk til að kveikja. Já. Frábært. Soffía, spurningu? Soffía Jóna? Já, sæl. Ég var nú bara að hugsa þetta með þetta lífrænt vistvænt. Það samanber eggin. Það svo auðvelt að þá geta allir skráð sig vist. Það bara, ef að þeirra sjónarmiðar eru vistvænir, þá geta þær auglýst það þannig. En mér finnst þetta alveg frábær hugmynd með gull, silfur og brons. Já, mér finnst það. Já, þá svo hvetjandi, þá komin á stað og þú skilurðu, getur farið, þú ekki að vera búin að fara alveg, búin að ná öllum þínum markmiðum á hvers bambung, heldur þetta bara skilurðu eitthvað ferðalag. Mér finnst það mjög gott, En einmitt, með vistvænt og svo lífrænt og bíó og alls konar sjálfbært og skilurðu, fólk að merkja vöru sína alls konar og það ekkert alltaf vottun og þetta ótrúlega leiðilegt og hjálpar okkur ekki með, þetta grefur undan trausti á vottun með því að vera að nota svona, margir sem að fara í kringum heitan graut einhvern veginn, segjast vera, við notum lífrænt hveiti en síðan kannski allt hitt ekki lífrænt og það alls konar svona, þannig að sem neytandi þá það bara, þá þessi vottunarmerki sem ég sýndi fyrir áðan, það þau sem að blífa, það ekkert annað sem að varan ekki vottuð án þessara merkja. Það ekki þannig að þú mátt ekki segja að vara sér nema hún sé lífrænt vottuð? Það bara bannað. Það bannað, já. Eftirlitið mikið. Nei, mitt. Herðu, Signý Marta spyr, eru stóru fyrirtækin, til dæmis Garri og Innes, að bjóða upp á úrval af lífrænum vörum? Já, alveg, eitthvað, mætti þetta alltaf vera meira, en þeir með eitthvað, þeir veit að þeir með eitthvað frá Vallanesi sem náttúrulega kannski með mesta
sem með korn, sem með korn, sem þá vara sem þú veist, fáanleg ára kring. Og bíóbú og sennilega og svona, en alltaf mætti þetta vera meira. Og já, en bara ég hviti ekki til að skoða, ég ekki með þetta svo sem í hausnum, en bara, og ef ekki þá bara endilega bara biðja það, senda post og vera bara, þú veist, heyrðu, ég vil lífrænt, meira, þú veist, en það alltaf eftirspurnin sem kemur ekki frá neinum öðrum heldur en okkur sem neytendum. Algjörlega, við þurfum að búa hana til. Herðu, Agnes Brá, spurningu. Er ég unmutuð núna? Já. Hæ. Takk fyrir bara frábæran fyrirlestur. Ég hef lengi haft áhuga á bara lífrænu og frekar lífrænt neytandi. En ég neita því ekki að ég ekkert að flæðiskýrast heldur. Ég hef efna á því að vera lífræn og ég vil meina ennþá að lífrænt geti verið bara dálítið dýrt. Þó svo að ég trúi því líka eftir því sem að framboðið eykst að markaðslögmálin fara að taka við. Og ég alveg til í að borga, þú veist, fyrir lífrænt líka og sem sjálf. En ef ég sit hérna kannski með annan hatt sem lítill kaffihúsaeigandi líka, sit ég ekki hérna sem þjóðgarðsvörður, heldur ég á líka kaffihús, eða þessi maðurinn minn vinnur, og þar sem við höfum reynt að vera með lífræna stefnu, en þeir sem eru í matarbusiness á Íslandi, þetta snýst náttúrulega laun og innkaup, og ég hef bara alveg hreint þurft að éta ofan í mig sumt, sko. Bara það er ekki einu sinni kúninn vill, jafnvel þó að hann sé grænn, vegan kunni, ég ekki viss að vilja alltaf borga fyrir ef allt væri alveg 100% lífrænt. Ef þetta endurspeglast í verðunum, til dæmis á súpu, bara hefðbundin súpa ekki þegar við kaupum mikið lífrænt, en ég get líka viðurkennt það að stundum blöndum við því saman. Við erum kannski með hluta lífrænan og svo framvegis, þannig að þetta er bara, alveg sama, það er rosa gott að vera með hugmyndir og idealisman, svolítið svona eins og Brynjar Skúla kom inn á, mann langar kannski sem sauðfjárbóndi að verða lífrænn, en bara hver ætlar að borga mér fyrir það, eða þú veit, hvernig verð ég verðlaunuð? Og eins mikið og mér langar til að segja, skilurðu, mitt raunsæði eins og er þessi allar rekstrargrundvöllur fyrir að vera 100% lífrænn, allavega á litlum markaði. Og en mikið óskup langar mig að komast þangað, sko. Þannig að ég held að, bara mig langar bara að koma með þetta, bara þegar ég þurfti að éta allt mitt lífræna og svolítið ofan í mig við rökræðum við manninn minn og reksturinn, sko. Sem kaffihúsaeigandi þá veit ég alveg hvað þú ert að tala um, en þetta sko, þarna kæmi þetta inn aftur sem ég nefni, þannig með gull, silfur og brons, að þú veist að þá væri rosa gaman að geta verið sagt bara ég brons og þú veist og þá þá ertu með opinberlega, þú veist, að því að neytendur vita kannski ekki ef þú ert með súpu, þú veist, eitthvað, þú veist, þeir vita ekki, það stendur ekkert endilega á matseðlinum, en ef þú ert með þetta bara stimplað að þetta er bronsvottaður staður, að þá held ég að það myndi svona breyta viðleitnin að einhverju leyti. En ég algjörlega sammála, og það þetta stóra verkefni, það það að fá fleiri, þú veist, fá mötuneytin, fá þessa stóru kaupendur að borðinu og fá til þess að markaðslögmálin taki yfir og við náum verðinu niður. Því það hefur verið gert í Danmörku, þar þetta á pari og það allt stefnumótun stjórnvalda að þakka. Af því þar var lagt, þetta bara fjárfesting í þeirra huga. Bæði fjárfesting fyrir umhverfið, fjárfesting fyrir lýðheilsuna og þeir náðu verðinu niður. Þannig að ég veit að Agnes og það ekki við svona sem einhverjir einyrkjar erum ekkert endilega að fara að bjarga sig þó að við reynum auðvitað að leggja okkar að mörkum. En það þarf auðvitað bara miklu stærra að koma til. Þú veist, það þetta. Ég meina við sem neytendur við gerum okkar upp á vissu marki auðvitað. Við gerum það sem fjárhagurinn leyfir. En og munum bara þú veist, að nýta matinn betur og
og bara forðast matarsóun, af því það líka eitt, þú veist, við hendum fáránlega miklu á mat líka, gleymum því ekki, þó að við, þannig að þú veist, það margt í þessu. Og eins og ég segi, ég veit að einyrkjar geta ekki upp á sitt einsdæmi bjarga þessu. Þess vegna þurfum við stjórnvöld inn í samtalið. Það er alltaf þannig. Ok, Einar með hönd á lofti. Einar K.R. Haraldsson. Á mute. Kannski er hann farinn. Nei, ekki á mute, en það heyrist ekki. Ok, það var líka komið hérna eitthvað innlegg. Já, nei, það voru reyndar ekki fleiri spurningar, það var bara verið að þakka fyrir góðan fyrirlestur. Einar, þú skrifa hérna spurninguna að þú veist. Já, Einar, ef þú nærði ekki að tala við okkur, þá máttu til að skrifa spurninguna. Heyrist þið mér nú? Já, smá. Anderstu, já. Samt ekkert voðalega flott, en ég ætlaði bara að benda Agnesi Brá og Berglind á að samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar þá eru menn að neyta liðlega 100 tonnum af villibráð á Íslandi. Það er sennilega það umhverfisvænasta sem við fáum og ekkert kolefnisspor, þetta er ekkert innflutt í nitufullum gámum frá Portúgal eða eitthvað slíkt Agnes staðsett á Egilsstöðum er bara svona hjartaveiðilenda, hreindýraveiðilenda á Íslandi. Smellið ykkur bara í villibráðina og það er það umhverfisvænasta sem hægt er að borða á Íslandi. Villtur fiskur, villt bráð. Liðlega 100 tonn af kjöti samkvæmt tölum Umhverfisstofnunar. Magna. Það hljómar vel. Ok, við höfum kannski rými fyrir eina spurningu viðbót, ef einhver er. Nei, sýnst ekki. Við erum allavega búin að eiga mjög góðar umræður hérna og ég þakka þér bara kærlega fyrir, Berglind, að koma og spjalla við okkur í dag. Og ég ætla klárlega að vera í bandi við þig varðandi þessa innkaupastefnu matvæla. Ég held að það sé ekki spurning. Frábært, það er bara geggjað. Og bara takk sömuleiðis, takk innilega fyrir að fá mig. Þetta var bara virkilega góða spurningar og gott samtal. Bara kæra þakkir. Eins og framsagt að segja. Takk fyrir. Takk, bless. Takk. Takk.